ágætu fundamenn, mikið óbáslegri glöð að fá tækifæri til þess að spjalla aðeins hérna við ykkur. Þetta eitt af mínum fyrstu embættisverkum og mér þykir afar ánægjulegt að það skuli vera hér í dag og þetta sé með mig. Úps, sorry. Ef þið ætla að hringja mig þessa dagana, ég svari vilt ekki, en það ekki að því að ég vil ekki tala við ykkur. En þessi bransi svo skemmtilegur og það svo gaman að fá að koma og vera þáttakandi í þessu, þannig að það mér sérstakur heiður að fá að koma hér og það svo gaman að sjá líka hvað ég þekki ykkur mörg hérna. Ég hlakka afskaplega mikið til samstarfsins. Ég sé á dagskrán ykkar að morgunin hefur verið áhugaverður og þið hafið eflaust lært margt og mikið og náða að styrkja böndin. Ég vil segja það að þessi atvinnugrein, hún stendur á ákveðnum krossgötum og álitna spurningar munu koma upp á næstunni og þeim þurfum við að geta svarað. Ég búin að vera á yfirreið þessa dagana, var hjá Ólöfu Ýr á ferðamálastofu í gær og fekk að heyra hvað hennar frábæra starfsfólk og hún að gera og hverju þau að vinna að og ég hlakka til að fá að taka þátt í því og ég fekk mjög góða kynningu á þessum verkefnum sem að þar eru í deiglunum og veit því að það margt sem að stendur til og það eru mörg verkefni sem þarf að fara að sinna. En svo ég byrja nú bara á byrjuninni, þá vona ég að þið hafi verið ánað að sjá í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar hversu hreint gengið til verks með þá ákvörðun að falla frá áformum hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu. Eins og við vitið þá voru þær hugmyndir okkur í þáverandi stjórnarandstöðu þyrnir í augum af ýmsum ástæðum og þar sem að enginn í ykkar grein og nú horfi ég á Ernu hefur hreyft við sérstökum mótmælum, þá lítið svo á að þessari ákvörðun sé vel tekin. Ég vil vinna að breytingum í samstarfi við greinina og komi til breytinga, þá vil ég að þær verði gerðar með nægum fyrirvara. Ég hef mikinn skilning á því að þið í ykkar bransa þurfið að plana fram í tíman, þið eru að selja langt fram í tíman ykkar ferðir og ykkar vöru og ég tel mjög mikilvægt að allar breytingar verði gerðar þannig að við getum unnið þær í góðu samstarfi. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar einnig kveðið á nauðsyn langtímastefnumótunar fyrir ferðaþjónustuna hér á landi. Vissulega samþykkti Alþingi ferðamálaáætlun fyrir tímabilið 2011 til 2020 en þróunin á þeim ógnarhraða að samhliða þarf að reyna að átta sig enn betur á því hvert greinin stefnir og hvernig gera megi hana að heilsás atvinnugrein. Það reynir auðvitað á hugmyndaauðgi, kraft og samtakamátt ykkar sem að starfið í fyrirtækjunum og stofnanir ríkisins þær eiga að styðja við það. Hér samankomið vettvangur sem starfar að kortlagningu íslenskrar ferðaþjónustu og eru tvær af stofnunum ráðuneytisins þáttakendur í því starfi. En það einnig nýútkomin ítalísk skýrsla sem þið kannist eflaust við, erlends ráðgjafafyrirtækis, PKF, sem að Íslandsstofa lét vinna að og tekur hún á þeim ógnunum og tækifærum sem við blasa auk þess að fjalla ramma greinarinnar af hálfu stjórnvalda. Enn önnur stefnumótunin stendur yfir, Ísavía, Bláa lónið, Höldur og Icelandair Group standa henni og á sínum stað víðtækt samráð við helstu hagsmunaaðila í ferðaþjónustu. Allt þetta mun vonandi nýtast til að móta greininni nauðsynlega umgjörð sem nauðsynleg, góða umgjörð sem nauðsynleg. Ég mun horfa til þess að einfalda hlutina frekar en að flækja og vonast til að njóta stuðnings ykkar við þær hugmyndir. Ég legg einnig ríka áherslu á þjónustu hlutverk ríkisstofnananna og við munum greina betur hlutverk þeirra stofnana sem undir ráðuneyti heyra og fara með ferðamál. Ráðuneyti hefur tekið við auknum verkefnum nýlega á sviði ferðamála með færslu löggjafar þau mál sem brenna á atvinnugreininni. Þetta eru lög gistisstaði, gististað og skemmtanahald og lög bílaleigur. Ég vil gjarnan sjá leyfismálin í föstum farvegi og að ónauðsynlegri skriffinnsku verði útrýmt í samvinnu við hagsmunaaðila í greininni. Að þessi stað verði eingöngu horft til þeirra leyfa sem eru greininni algjörlega nauðsynleg varðandi öryggis og gæðamál. Eins og kunnugt hefur gjaldtaka til uppbyggingar ferðamannastaða verið mikið rædd. Einn af vinnuhópum samráðsvettvangs aukna hagsæld hefur nýverið skilað athyglisverðum tillögum sem samráðsvettvangurinn hefur ekki tekið afstöðu til. Þetta stórt mál og verulega stefnumarkandi og vil ég að það sé kannað gaumgæfilega frá öllum hliðum.
En áður en að nokkuð verður ákveðið og framkvæmt mun ég leita eftir nánu samstarfi við fjármálaráðherra og umhverfisráðherra raunhæfar aðgerðir við gjaldtökuna, hvort sem að útfærslan verður í formi aðgangseyris eða náttúrupassa og ekki síður hvernig hægt sé að tryggja að fjármunirnir renni örugglega til verkefna sem nýtast ferðaþjónustunni og hennar helstu auðlind sem náttúra landsins. Ferðamálastofa vinnur nú að því að setja fram útfærslu þeirra leiða sem í umræðunni og bind ég mikla vonir við að tillögur stofnunarinnar verði framkvæmilegar komi til þessarar gjaldtöku. Góðu fundamenn, engin atvinnugrein þroskast eðlilega án rannsókna og nýsköpunar. Ríkisstjórnin vill örva samstarf og samlegð fyrirtækja til þess að vinna að þróunarmálum einstakra greina, meðal annars með því að móta klasastefnu, bæta aðgengi sprotafyrirtækja og einfalda stuðningsumhverfið. Allt þetta í fullum gangi, en ég legg áherslu á að við dreifum ekki kröftunum og víða. Heldur reynum að finna einhvern einn sameiginlegan vettvang sem sameinar alla þá sem starfa í þessari fjölbreyttu atvinnugrein. Skírskotun til ferðaþjónustu víða að finna í áherslum nýrrar ríkisstjórnar. Tekið fram að Ísland hafi sérstöðu í umhverfismálum í krafti ósnortinnar náttúru og sjálfbærri nýtingu endurnýjanlegra auðlinda. Sú ímynd auðlindi sjálfu sér. Greinin svo ferðaþjónusta sem þrífst á ímyndum fram allt annað þarf að vera virkur þátttakandi í umhverfisvernd og ímyndaruppbyggingu á því sviði. Allt sem gert í ferðaþjónustu þarf að vera í anda þeirrar ímyndar sem greinin sammála að sé lífsandi hennar. Góðu fundamenn, þið heyrið að mér mikið niðri fyrir og ég hugsa ferðaþjónustunni í víðu samhengi. Fyrst og síðast þetta grein sem þarf að fá tækifæri til að þróast í sátt við náttúru og íbúa landsins. Til að svo megi verða mikilvægt að við skerpum fókusinn og sameinumst að gera þá sýn okkar allra að veruleika. Ég óska ykkur góðs gengis í ykkar störfum og ég ítreka mínar óskir að fá að eiga ykkur að og eiga við ykkur gott samstarf í náinni framtíð og til lengri tíma vonandi. Takk fyrir mig.